Spurning áður en við hleypum spurningum úr sala, þá ætlum við að fá svona eina örstutt svar. Já, þetta eiginlega svona já og nei spurning. Við höfum náttúrulega fengið fjöldamargar spurningar í gegnum netið, þar sem fólki liggur ýmislegt á hjarta, þar til dæmis þetta. Nú er verið að rannsaka bankahrunið á svona hér og þar í kerfinu. Þar eru menn að reka sig á bankaleynd og bera við bankaleynd öðru hverju. Á að afnema hana fyrir þessa aðila, já eða nei? Það á afnema hana. Já, bara ekki spurning. Já, og það liggja í rauninni fyrir allar heimildir til þess frá nýrri ríkisstjórn. Já, en besti klári áður við kannski fyrir ítarlegar í það, Helgi? Já, eins og Katrín segir, þá liggja fyrir heimildir til þess. Ég hef auk þess verið þeirra skoðunar að það megi ganga lengra í því til þess að eyða tortryggni og við eigum einfaldlega að birta allar afskriftir ríkisfyrirtækja og þar með ríkisbankana yfir höfuð, þannig að það geti allir treyst í að það sé ekkert leynimakk á bak við tjöldin. Á ekki að vera neinn bankaleynd yfir svindl, og þetta er ekkert annað en svindl, og þessi 25 einstaklingar sem stóða því að arðræna þessa þjóð og komin á hausinn eiga að fara strax í fangelsi. Strax. Það á að sækja þá strax, og þegar þeir eru komnir í fangelsi þá fara að opnast ormagrifirnar, þá fer sannleikurinn að koma í ljós, ekki fyrr. Meðan að þeir ganga lausir, þá geta þeir hylmt yfir og unnið með alls konar samstarfsfólki til að fela þetta í alls konar aflandseyjum. Ég veit alveg nákvæmlega hvað ég er að tala og ég fullyrði það að það gerist ekkert að vita í þessu máli fyrir þessi menn eru komin í bak við lás og slá hér heima. Illugi. Já, ég ætla nú að verja það að það verði áfram hérna réttarríki á Íslandi, en já, og rétt eins og hafa komið fram, þá er búið að taka þessa ákvörðun að aflétta stórum hluta af bankaleyndinni og ég held að það sé bara til hins betra. Við verðum til að geta haldið áfram okkar samfélag, þá verðum við að fá botn í heilmikið af þessum málum sem hefur verið fjallað. Þeir sem eru annars rannsókn bankahrunins segja sjálfsögðu að hafa aðgang að þeim upplýsingum sem þeir þurfa. En það þýðir ekki að það er að aflétta bankaleynd á öllum almenningi. Það er ástæða fyrir því að það er bankaleynd. Það er til þess að það viti ekki allir hvernig nágranninn stendur og ef hann er í einhverjum fjárhagserfiðleikum þá að það vera hans einkamál en ekki mögulegt fyrir hvert sem er að komast í það. Það er ástæðan fyrir bankaleynd. En varðandi rannsóknina þá sjálfsögðu. En menn hafa beðið eftir í dálítið óþolinmóðir. Af hverju var ekki bara gengið í þetta? Nú horfi ég á Þetta er góð spurning, þetta er út af styrkjunum til stjórnmálaflokkana. Það er ástæðan. Þar ertu með svarið og þess vegna þarf fólk eins og mig niður á Alþingi og inn í stjórnan til að hreinsa til. Hreinsa almennilega til hér. Katrín og Helgi. Það var auðvitað ráðist í það bæði að fá erlenda sérfræðinga til að rannsaka hrunið. Ég held að það sé mjög mikilvægt. Hingað var fengin Eva Jolie og hennar fólk til að vinna fyrir sérstakan saksóknara. Að koma þessi gegn strax? Já, það er náttúrulega þegar búið að opna þessar heimildir fyrir embætti sérstaks saksóknara og það þarf að skoða það að opna þær líka fyrir skattayfirvöldum og opinberum saksóknara. Og í raun er búið að vinna að þessu mjög ötullega á þeim 70 dögum sem þessi ríkisstjórn hefur setið.